Ég heiti Böðvar Guðmundsson og ég rithöfundur og hef búið hér í Kaupmannahöfn í langan tíma. Ég nú reyndar lítið sem skrifa úr þessu en ég hef unnið við það svona síðast liðin 30-40 ár. Jónshúsið kynntist ég langfyrst þegar ég kom til Kaupmannahafnar. Það var verið 1987 og þá var nú ýmisleg starfsemi í gangi hér, gekk nú vísu svona svolítið misjafnt eins og vera ber. En þá kom þessi hugmynd upp hjá mér og Sverri Hólmarssyni sem þá var fluttur til Danmerkur að væri gaman að sýna þeim löndum sem væri hér eitthvað á íslenskum bókmenntum. Og það var úr að við héldum hér bókmenntakynningar. Það var voða gaman. Þær voru feikna vel sóttar og komur sér mikið af Dönum. Það nú margir Danir sem skilja töluvert í íslensku, en það kom svolítið af þeim. En það var mest Íslendingar. Við byrjuðum á þessu í einhvern tíma þegar jólabókin var að koma. Seinna höfðum við þann háttinn á að við höfðum samband við nokkrar bókaútgáfur á Íslandi og það tók afskaplega vel það, sendi okkur bækur og við kynntum bækurnar og gáfum svo bókasafninu hérna í Jónshúsi. Það þegar við vorum búin að því. Svo var afmæli Jónasar Hallgrímssonar, 200 ára afmæli og það var feikna mikið gaman og þá gekk nú mikið á hér. Svavar Gestsson var sendiherra hér og hann gekk af því að miklu dugnaði. Það vildi nú svo illa til þegar Jónas Hallgrímsson var 200 ára að þá var einhver versta fjárhagsstaða Íslendinga sem nokkurn tímann hefur orðið 2008. Allt var í kalda kóli. En Svavar var segur, hann náði einhvern veginn í nokkrar krónur og allt gekk þetta, það var voða gaman. Ég fékk dansk skáld sem Søren Sørensen sem nú dáinn til þess að þýða upp á nýtt nokkur ljóð Jóns og við gáum út svona litla úrvalsbók á dönsku og kynntum hana hér í Jónshúsi og víðar og svo höfðum við boð fyrir Íslendinga sem kom frá Íslandi. Það kom allavega ein flugvél ef ekki tvær og þá voru 2 dagar boð alveg samfleytt. Þá var farið til Sóru og þar sem að Jónas bjó síðasta árið sem hann lifði og við héldum þar náttúrulega mikla veislu á póstgarðinum. Jónas kom oft á þennan póstgarð og þótti gott að vera þar. Hér í þessu húsi bjó Jón Sigurðsson skeið. Hann bjó ekki alla sína ævi í Kaupmannahöfn, bjó annars staðar, en hann bjó sín síðustu ár hér í þessu húsi. Hann dó hér. Þetta hús stendur hér á skemmtilegum stað, stendur í útjaðri bæjarins, gamla útjaðri bæjarins og hér Stokkhúsgata ekki langt frá og Stokkhúsið var hér langlægt sem refsihús. Þar fangar voru látnir raspa steina og annað skemmtilegt. Á 3. hæðinni sem sagt íbúð Jóns Sigurðssonar og Ingiborgar og það var safn, vísir að safni sem þá var verið að koma upp. Það góðin miklu myndarlegri staður núna. Við erum nú hægt að slást við Dani. Það fer allt fram á góðum lótum, góðum nótum. En það er þetta að hafa íslenskt kultúrhús. Þetta er menningarmiðstöð Íslands í Danmörku og hún náttúrulega alltaf
svo lengi sem hún til, þá hún minnisvarði fullveldi og annað sem og sameiginlega sögu Danmerkur og Íslands á på gott og vont, eins og danskir segja.